Jæja, og þá það útlitið eða hvernig maður notar hnappana og það í Excel. Sem sagt, þetta fyrsta myndin. Nákvæmlega eins og í Wordinu, þá hérna klippa, kópera, líma og pensillinn sem tekur útlitið. Muniði, þá smellir maður á pensillinn. Velur það útlitið sem ég ætla að velja. Þarna hefur nokkuð verið að því ég var búin að smella á eitthvað annað sjálf. Ég ætla að nota þetta hérna. Ég smelli á pensillinn og ég vil hafa sama útlit á þessu hérna. Þá færir hún þetta hérna útlit hingað yfir. Ef ég tvísmelli á trékassana núna, ég tvísmelli á þetta, þá get ég smellt hérna á nokkra og hún breytir því sem á að breyta. Tek það allt saman tilbaka á undo. Svona. Þannig það hérna inn í home-takkanum. Insert-hnappurinn eins og bara í hinum forritunum sem þið hafa verið að nota. Það tabla, ef þið viljið setja inn töflu, það myndirnar, það smartartið og það þegar þið komið seinna, að þá það línuritinn. Þið komið til með að gera það í seinni verkefnum. Og það línurit og það alls konar töflurit og annað og ég skal fara sérstaklega yfir það þegar kemur að þeim verkefnum. Við höfum engar áhyggjur af því núna. Og það hlutir eins og textabox og það haus og fótur. Það Wordart, ef þið notið það. Og einhver symbol. Síðan það page layout, eða hvernig layoutið á síðunni Og þá það bara nákvæmlega eins, það hvað heitir það? Það sem utan með og neðst. Það hvernig blaðsíðan snýr, hún langsum, sem sagt hún lárétt eða lóðrétt. Stundum kemur það betur út að hafa skjalið lóðrétt. Ég skal bara smella á til þess að þið átti ykkur á hvernig það Ef ég ætla að sjá fyrst hvað það stórt. Skjalið, og nú þessi tabla Svo ég með aðra töflu, tökum bara þessa töflu og kópurum hana. Ctrl og C, skellum henni hingað og svo ég með þriðju töfluna. Þá þetta komið yfir á 2 blaðsíður. Og ég nenni ekki að hafa þetta svona 2 blaðsíðum, þeir bara þessar 3 litlu töflur sem ég með og ég vil sýna þær allar á sama stað. Og þá spurningin, hvort það ekki betra fyrir mig að fara upp í, útlitið eða hvernig blaðsíðurnar snúa og breyta því í lárétt. Hún portrétt, það sjálfgefið, bara eins og öll önnur skjöl sem maður að vinna með og breyta því í landskeip. Þannig að þá smelli ég bara á landskeip og sjáu þið, þá lendir hún innan síðunar. Þannig þá verður þetta, ef ég fer núna á previewið, ít á það og þá sjáu þið, töflurnar 3 allar komnar á eina blaðsíðu. Að vísu þá þyrfti ég að laga það svolítið því að fer textin undir næsta dálk. Og ég var komin með, lárétt, stærðin á síðunni, það hvað prentast á síðunni, og bakgrunnur og annað maður ætlar að hafa, hvað ég ætla að sjá, það haka við þetta dót, þetta sjálfgefið og þau skulu ekkert eiga við þetta nema ef það kemur fram í verkefnunum að þeir gera það. Yfirleitt það spá maður ekki í þessu. Og ég meiri sem man ekki eftir tilfellum þar sem ég þurfti að gera þetta. Síðan það formúlurnar, næsti reitur við, hann heitir formulas og þá insert function, það að setja inn formúlu, það það sem gerist hér í formúlulínunni. Það náttúrulega mest notaða formúlan af öllum, það þessi autosum, það að gera sjálfvirt samlagningu eða frádrátt eða hvað sem það Það þær sem við notuðum síðast, sem væntanlega þá algengustu formúlurnar sem við erum að nota. Síðan skiptir hún þessu í fjárhagslegar, svona lógiskar, texti og tími og alls konar þess áttar. Þið komið ekki til með að nota mikið af þessu til að byrja með. Þannig þið skulle ekki einu sinni spá í þetta. Ekki nema það komið þá sérstaklega fram í ykkur verkefni. Ég myndi ekkert spá í þetta. Síðan það gögnin, það sem data, það gögnin. Og hvaða komaðu, maður getur náðið það frá forritum eins og Access og frá netinu, af texta eða frá ykkur allt öðru. Og
þetta er raunveru bara hvernig maður sýnir gögnin og það, við þurfum ekki að spá í þessu heldur neitt á þessu tímapunkti. Og það er reviewið og það er eins og áður, þetta er alltaf á ensku, þannig að það er lítið sem við getum notað þetta nema þið sé að skrifa á ensku, þá getum við notað þetta. Síðan er það view og þá er það bara hvernig sjáu þið síðuna. Viljið sjá hana 100% ef maður er með til dæmis mjög mikið magn af texta, þá vil maður kannski hreinlega bara breyta því og fara yfir í hérna, hvað er þetta? Leifir hún mér ekki neitt að gera, sjáu þið, hérna er ég búin að stækka hana, minnka hana aftur. Og hérna, þetta eru svona þessar helstu stillingar. Fer aftur í home og þá er ég komin hérna inni og home-hnappurinn, það er ekki bara þetta náttúrulega, það er textin, eða hérna hvaða font við erum með, það er stærðin á textanum, það er bold, skáleiturunin, undirstrikunin, það er ef ég ætla að lita einhvern ákveðin hérna kassa og litirnir eru hérna inni og þeir eru fleiri litir, ef ég fer hérna inn í more colors þá get ég valið hérna einhverja ef ég vil fá einhverja sérstakar sem eru ekki hérna í. Það er liturinn á stöfunum. Það er hérna hvernig þetta raðast inn í hérna reitina. Sjáðu ef ég fer inn í, segjum bara þetta hérna, að þá er ég að miðja. Miðja bæða ofan og neðan. Og svo framvegis. Eins er það hérna, hér er ég að færa textan til, inn í boxunum. Þetta er bara alltaf bara við eitt box. Síðan er það þessi hérna merge and center. Hann er mikið notaður. Eins og nú er ég hérna með 3 töflur og ég er hérna með hausinn hérna niðri. Að ég vil láta þennan haus ná yfir allt skjalið mitt, alveg hérna yfir. Þá vel ég, passa ég mig náttúrulega að hafa lagarsöluna hérna með, vel alla reitina sem þetta á að ná yfir og smetla merge and center. Og þá bara eins og venjulega þá eyðir hún öllum dálkunum og setur einn, hérna þannig þetta nær yfir þetta allt saman. Og í þessu tilfelli ef þetta væri eitthvað sem ég væri að gera þá myndi ég væntanlega vilja stækka letrið, gera þetta svona svolítið meira áberandi og kannski huggulegra og eitthvað. Býtu nú við, gerist ekki neitt. 18 punktar. Nei, það gerist ekki neitt. Jæja, ok. En ef ég fer hérna, jú. Hún er samt búin að stækka þetta, sjáu þetta hér er 11. En með þetta hérna er 20. Þetta eru þessi hnappar, það er dollaramerkið, það er prósentumerkið og hér er það hérna, ef ég ætla að minnka og stækka hérna punktana sem eru á eftir. Og autosum og sort, þessi tveir eru þess að þið komið til með að nota í öllum verkefnum og maður er alltaf að nota þessa, maður er að nota þennan sem er sort, sem er að raða og svo er maður að nota autosum. Þetta eru mest notuðu hnapparnir. Ef þið farið síðan inni og hægri smellið á, segjum ég hægri smelli á þennan reit hérna. Hægri smelli á hann, þá opnast hérna upp alveg heil hérna dópía í viðbót. Og þið eigið að nota það sem heitir Format Cells. Smell á það og þá sjáuð hérna stendur, hérna hér er sem sagt númer eða hérna tölurnar. Það er hvernig þær eru staðsettar í, þarf ég að minnka þær eða stækka, það er hvaða font ætla ég að nota, það eru, ætla ég að hafa eitthvað kassa utanum, fylla kassana og ef ég ætlaði að hérna, verja þetta á eitthvað hátt, sem er nú kannski sjaldnast. Og þetta er sem sagt almenna, er general, síðan er það númerinn, undir númerunum þá veljiði ef þið viljið hafa hérna aukastafi, og ef að þið viljið hafa þennan 1000 punkt. Og það er í flestu tilfelli sem maður vill hafa hann. Þannig ég smella hann og ég vil ekki hafa þessu aukastafi, þannig ég tek þá af og íti á OK. Og ég var að nota þessa hérna, þannig ég færi, hvað er hún leiðileg við mig? Hún leiði mig bara ekki að gera neitt. Hún notar kommu núna í þessu. Ég reikna með ef að þið er ekki með nýjasta að þá er það punktur sem kemur hjá ykkur, ekki komma. Hún notar, sjáu þið, í þessu forriti sem ég er með að þá notar hún punktin sem kommu. Ok, þetta er bara eitthvað sem maður þyrfti að venjast, greinilega. En maður þarf að passa sér svolítið á því hvað það er sem hún er að nota. Ég ætla hérna að nota þetta hér og sjáu þið, hún er að nota kommu.
sem þúsundapunktin. 10,918. Þetta er í raun og veru 10.918. Þannig þið passið ykkur á því, ef þið eru með nýjasta, þá er þetta komma, en punkturinn er notaður fyrir aukastafina. Ég man ekki hvort það er eitthvað meira hérna í format cells sem þið þyrftu að nota. Jú, ég var að tala um það við ykkur í tímanum daginn, að stundum breytir hún. Segjum að ég ætla að skrifa hérna búðina, ég ætla að skrifa hérna fullt af búðum, ég ætla að skrifa 1011, ég ætla að skrifa bónus hérna, allt í lagi, ég ætla að skrifa hérna bónus og ég ætla að skrifa hagkaup og ég ætla að skrifa 1011. 1011. Það sem hún gerir núna er hún breytir þessu í 11. október, sem ég ætlaði náttúrulega alls ekki að skrifa, því ég ætlaði að skrifa búðina 1011. Þannig ég þarf að fara hérna inn aftur inn í format cells og athuga hver fjandinn er í gangi. Þá segir hún hér að þetta sé custom og þetta eigi að vera dagur mánuður. En ég vil ekki hafa þetta custom. Ég vil hafa þetta annarkvort númer, sem hún gerir þá bara eitthvað vitleysu hérna. Eða, ég held hún bara special texti. Ok. Þegar hún lætur svona við mig, þá hef ég gert það þannig að ég gabba hana með því að slá einu sinni á hérna bílknappinn, bý til eitt bíl og skrifa svo 1011 aftur og íta shift-knappinn. Þá er ég búin að segja henni að hér fyrir framann er eitt autt bíl, þannig að hún byrjar á því að lesi það, þannig að hún breytir þessu ekki. Ég get ekki nota þessi auðu bíl ef þetta væri formúla, því þá rugla ég kerfið, þá skilur hún ekki formúluna. En ég get nota þetta það sem er texti. Eins á hún það til að ef maður er með of langa hérna tölu, eins og hér, ekki akkur hún situr alltaf hennan hérna, gera þetta aftur, og shift, og ég ætla að minnka þetta hérna, bara ekkert fyrir mig gera, sjáu þið. Hér er komin algengasta villumeldingin sem þið fáið, þessi hérna kassar. Það eina sem þetta þýðir, það er að tölurnar passa ekki í reitin, þannig það þarf að stækka reitin. Með því að tvísmella hérna upp á, þá stækka í reitin. Þannig ekki fá panikattakk þó þið sjáuð þessa hérna villumeldingu, því þetta er algengasta villumeldingin á öllum sem þið fáið. Ef þið fáið einhverja skrýtna villumeldingar þegar þið gera þetta, gerið þið þá annarkvort undo nokkru sinnum, farið tilbaka hérna, þangað til þið eru komið það sem þið hérna tristið ykkur til og visti skjalið, eða bara hreinlega byrja upp á nýtt. Það getur líka verið gott. Þannig að passa sig, sjáu þið, hérna er villumeldingin komið líka. Af því að ég er ekki með, ég get dreigið þetta hérna aðeins til, þetta er að vera 20%, sjáu þið, hún kemur hérna alveg leið. Þannig að þetta er svona það algengasta. Ég held ég láti þetta bara